Það byrjar nýrþjálfari Leiknis, bara hvernig hljómar þetta? Það hljómar bara vel, það tekin ákvörðun hvað, þetta svona viku 10 dagar núna, síðan við sömdum og við erum farin að æfa, búin að taka 3 æfingar og þetta bara fer vel á stað. Gengur vera hratt fyrir sig? Já, þetta hefur nú alveg einhvern smá aðdraganda. Við töluðum saman í sumar áður en ég fer og er með Víking í sumar í Evrópukeppninni og deildinni þar sko. Og svo hittust við aftur í haust og þannig að þetta var eiginlega óvenju langur aðdragandi þannig séð sko. En svona þegar menn eru setjast niður og búið að taka einhver ákvörðun þá er þetta fljótt að gerast. Viðræðurnar í sumar, voru þær þá að taka við liðinu þá núna eftir tímabilið eða hvað? Nei, það var þegar Óli hætti, það var látið fara og Leiknir var að leita sér að þjálfara. Þá var ég eiginlega búinn að semja við Víkingana, ég vildi einhvern veginn ekki fara einhvern veginn að skipta skoðun þar. Hvernig hefur þessi bara fyrstu vikurnar verið? Bara góðar, þetta er nú bara fyrsta vikan, þannig að búin með 3 æfingar í vikunni og það er bara búin að vera hefnum við veður, þannig að það hjálpar, þannig að það er bara gengið vel. Hvernig bara líst þér á hópinn? Mér líst bara vel á hópinn, maður er náttúrulega ennþá að meta hann svolítið og það er einhverju strákar að ganga upp úr öðrum flokk, það er einhverju strákar ennþá í öðrum flokk og síðan náttúrulega leikmennir sem voru fyrir, bara ennþá svona meta stöðuna og reyna að vera komin með eitthvað svona hóp í miðjan janúar sem maður sér fyrir sér að fara með inn í mót. Þetta á liðinu tímabili var liðið í fallbaráttu, býstu við að þurfa að gera mikið af breytingum? Vonandi ekki mikið. Vonandi eitthvað eins og þetta var í fyrra, einhver tilviljun, en því að það eru góði leikmenn á staðnum, en eins og ég segi, á eftir að meta það og snýst svo mikið í þessari deild einhvern veginn að fá að geta spyrjun og svona liðsheild og allir sé að gera sama hlutin. Þannig að ég á líka bara eftir að meta það hvernig menn bregðast svona við í ákveðnum stöðum. Þetta langt í mót, mjög langt í mót, en hverjar eru svona væntingarnar fyrir Leikni á næstu tímabili? Ég held þetta sé alveg, við erum í smá einhvers konar uppbyggingu eða svona endurskipulagið en þetta er bara eins og deildin er að spilast og eins og hún er lögð upp í dag að þá náttúrulega held ég að eigi nánast öll lið möguleika í þessa topp 5 baráttu en eins og ég segi þá þetta að koma í ljós, hún var svolítið tvískipt, liðin voru alveg með mörg stig alveg niður í 5. sæti upp undir 40 stig sem Keflavík enda með sem er svo sem ágætis stigafjöldi en gefur þeim samt bara 5. sæti þannig að hún er búin að spilast svolítið öðruvísi deildin eftir breytingarna með play-offinu. Þannig þið svona vonast eftir að fá ákveðin stöðuleika kannski í Leikninu sem hefur vantað eða eitthvað? Já, það er svona markmiðið, það var bæði þar síðast tímabil og síðast tímabil var einhvern veginn vantaði það, bæði tímabil náttúrulega hætta þjálfara á miðju tímabili og svona liðið hefur einhvern veginn dregist niður í þennan neðri hluta, einhverju hluta vegna og það markmiðið er svona allan að snúa því við. Takk hérlega. Takk.